Jæja, Þrándur, nú erum við að fara í fyrstu rafrænu kosningarnar í Reykjavík og við erum að taka í rauninni fyrsta skrefið í löngu ferðalagi í því að færa völdin til fólksins og leyfa fólkinu í borginni að ákveða hvað gert í hverfunum þeirra. Hvernig líst þér á þetta? Í fyrsta lagi þá þetta allt of flókið. Fólk á aldrei eftir að skilja þetta. Mér líst bara alls ekki vel á þetta. Nú er sko samráðsvettvangurinn Betri Reykjavík er sko lýðræðisvefur á heimsmælikvarða. Þetta er bara rugl. Hann hefur unnið til fjölda verðlauna, bæði innlendra og erlendra, svona vefverðlauna. Og þetta er algjör lýðræðisbylting. Við erum að færa... Það er bara langbest ef það er bara einhver einn sem ræður. Við erum að búa til verkfæri til þess að færa lýðræðið og valdið til fólksins. Finnst þér það ekki stórkostlegt? Af hverju þarf að flækja hlutina svona? Getur þú ekki bara tekið ákvörðun það hvernig þetta á að vera? Af hverju þarf það að vera að varpa því á eitthvað fólk út í bæ? Hvernig á að gera hlutina? Það er langbest, hefur alltaf virkað best þegar bara einhverju einn tekur ákvörðunina það hvernig það á að vera og segir öllum hvernig það er síðan. Eins og Stalín, það var langbest, það gekk langbest þannig.